Góðan daginn, gott fólk, fundarstjóri. Takk fyrir, gaman að vera hérna í dag í þessum fríða hópi. Ég ætla að segja nei í atkvæðagreiðslunni og það svona kannski, ég hef verið dálítið í neikvæðum business, að miðla rafmagn mjög neikvætt. Maður að hreyfa rafeindir alveg á fullu og láta þær framkvæma vinnu og eins og flesti vitir það mjög neikvæðar. En ég ætla aðeins að fara svona í gegnum þetta út frá svona minni reynslu í atvinnulífinu og ég ætla að fá að kafa aðeins svona tilbaka og svona í fyrstu viðskiptahugmyndina sem að ég kom af stað og hún var ekki sérlega flókin eða mjög tæknileg og hún innihélt ekki app, ég hélt enga fjárfestakynningu og síður en svo var hún með gervigreind. Það var ég labbandi Fossvoginn með kerru og slátuvél og hekkklippur, banka upp á dyrnar hjá fólki að fá að slá blettinn og klippa hekkið. Og þetta var auðvitað ekki stór rekstur, en hann kendi mér ákveðin hlut sem hefur fylgt mér alla tíð. Og það það að ef þú sér tækifæri, þá verður að grípa það, annars gerir það bara einhver annar. Síðan þá, líkt og Orri kom inn á, þá hef ég stofnað og byggt upp fleiri fyrirtæki, setið í stjórnum hjá skráðum og óskráðum félögum og starfað í ólíkum atvinnugreinum, sem mjög gefandi líka að kynnast ýmsu. Og ég starfa á raforkumarkaði, þar sem við komum inn á tiltölulega svona stagnant markað sem svona, hvað ég segja, disruptor eða svona þannig kraftur að reyna svona aðeins að sprengja upp þessa hefð sem hafi verið á þeim markaði, sem var líka skemmtilegt. Og í dag starfa ég í hugbúnaðargeiranum og þar náttúrulega eru breytingarnar gríðarlegar með gervigreind og samkeppnin alþjóðleg. Og svo fékk ég þann heiður líka að starfa sem aðstofamaður Áslaugar Örnu, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þar sem þessi mál voru líka á okkar borði. Og þegar ég hugsa Ísland, Evrópusambandið og frumkvöðlastarfsemi, þá hugsa ég fyrst og fremst spurninguna, hvað þarf lítið land eins og Ísland til þess að virkja kraft fólks til þess að prófa eitthvað nýtt? Við þurfum aðgang að mörkuðum, við þurfum fjármagn, menntað fólk, stöðuleika, eins mikið nú í boði á hverjum tíma, og alþjóðlegt samstarf. En við þurfum líka eitthvað sem kannski ekki alveg jafn svona auðvelt að mæla. Við þurfum nefnilega líka frelsi og svigrúm til að bregðast hratt við. Og hér held ég að við getum lært svolítið af Evrópusambandinu sjálfu. Mario Draghi, sem hefur oft verið nefndur í umræðunni tengt þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, vann árið 2024 þessa víðfrægu skýrslu samkeppnishæfni Evrópu fyrir framkvæmdastjórnina. Og eins og mörgum kunnugt að þá þetta niðurstaðan hvað varðar þetta sláandi. Og það bent á, í Evrópu ekkert verra fólk eða minni þekking eða menn ætla sér eitthvað verra. Það bara vandamál að breyta hugmyndum í stór og alþjóðleg fyrirtæki. Það eitthvað sem þjarmar þar að. Og hann bendir til dæmis á að ekkert fyrirtæki í ESB sem metið á meira en 100 milljarða evra hafi verið byggt upp frá grunni síðustu 50 ár. En í Bandaríkjunum hafa á sama tíma orðið til 6 fyrirtæki sem hvert sig hefur náð yfir 1000 milljarða dollara virði. Og Draghi bendir á hluta vandans, það regluvæðing, regluverkið sjálft. Reglur safnast upp, þær skarast og byrðin lendir hlutfallslega þyngst á litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem bróðu parturinn af fyrirtækjum hér á Íslandi. Og þetta finnst mér mikilvægt að hafa í huga. Og því stundum talað á Íslandi eins og lausnin við okkar vandamálum sé alltaf að ganga inn í stærra kerfi. Þá svona einhvern veginn njótum við alls þessa góða. En maður getur líka spurt sig, hvað ef stærra kerfið sjálft að leita leiða til að verða meira eins og það sem lítið land getur verið? Hraðara, einfaldara, sveigjanlegra. Það nefnilega ákveðin kostur að vera lítið samfélag. Fjarlægðin milli hugmyndir og ákvörðunar getur verið stutt. Við prófum hluti frekar hratt, sjáum hvort þeir virka og breytum og bætum eftir þörfum. Við getum meira sem hringt í ráðherra sem svara stundum. Og við höfum alveg rakið dæmi á síðustu árum á Íslandi hvað gerist ef við gerum þetta rétt. Og það þetta eins og Hilmar bent á hugverka iðnaðurinn. Og
ég ætla bara að fá að segja það að á síðustu árum höfum við tekið meðvita góðar ákvarðanir tengt þessu að skapa gott umhverfi fyrir þennan geira og árangurinn auðvitað eftir því. Og árið 2024 voru útflutningstekjurnar í þeim geira tvöfalt meiri heldur en 5 árum áður, sem auðvitað stórkostlegt. Og líkt og var farið fram á nefnt áðan að 25 var geirinn orðinn stærri heldur en útflutningur í sjávarútvegi. Og af því að ég kem aðeins að svona lausnum inn í sjávarútvegi, að þá eru líka bara augljóslega tækifæri þar ennþá að gera miklu meira, tengt til dæmis sjávarútvegi. En atvinnugrein sem byggir fyrst og fremst á hugviti, þekkingu og nýsköpun orðin ein mikilvægasta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og þetta gerist ekki þrátt fyrir að við værum lítið land. Að hluta til gerðist þetta vegna þess að við gátum tekið ákvarðanir sem hentuðu íslenskum hagsmunum. Og þetta svona dálítið kjarninn í minni afstöðu tengt Evrópusambandinu. Ég ekki á Ég vil að íslensk fyrirtæki selji eins mikið af vörum alla Evrópu og kostur Ég vil evrópska fjárfesta hingað og öflugt vísinda- og rannsóknarsamstarf. Bara grunnur að velsæld á Íslandi. Ég vil meira samstarf við Evrópu en minna. En það grundvallar munurinn á því að fara í samstarf eða sækjum aðild og fara í Evrópusambandið. Og líkt og hefur oft verið rætt að þá í gegnum EES-samninginn höfum við aðgang að markaðnum í Evrópu og tökum þátt í evrópsku rannsókn- og nýsköpunarstarfi. Og þá kannski eðlilegt að spyrja í ljósi þessa, hvaða vandamál íslenskra frumkvöðla það nákvæmlega sem á að leysa með fullri aðild að Evrópusambandinu? Við þurfum einfaldara regluverk, við þurfum betra aðgengi að fjármagni, við þurfum að laða hingað sérfræðinga, byggja upp framúrskarandi menntakerfi og tryggja næga orku fyrir atvinnulíf framtíðarinnar, meira af þessum rafindum. Við getum gert þetta allt sjálf. Og við skulum vera skýr hvað við erum að kjósum. Þetta snýst ekki að kíkja í pakka, að mínu viti. Aðildarferli að ESB aðlögunarferli þar sem Ísland undirbýr sig fyrir það að ganga í Evrópusambandið. Mér finnst þetta stundum svona einhvern veginn ekki vera nægilega skýrt. Og við það að fara í þetta ferli þá erum við líka að senda skýr skilaboð út í heim hvar við ætlum að eyða tíma okkar og orku og hvert við viljum fara til næstu áratuga. Mín skoðun að við eigum að senda önnur skilaboð. Ísland ætlar að sækja fram á eigin forsendum. Þegar ég horfa á reynslu okkar síðustu ára af hugverkaiðnaðinum, sé ég ekki ástæðu til þess að vantreysta okkur til þess. Við höfum byggt upp fyrirmyndarsamfélag. Og þegar maður hefur byggt upp fyrirtæki, lærir maður að stærð ekki alltaf styrkur. Litlir aðilar geta keppt við þá stóru. Það bara grundvallaratriði. En þeir gera það sjaldnast til þess að verða eins og þeir stóru. Þeir gera það með því að vera fljótari, sveigjanlegri og hugrekkari. Byrjaði hjá mér með kerru og sláttuvél, svo var það raforka og í dag það hugbúnaður. Og í hvert skipti hefur lærdómurinn verið svona áþekkur, tækifærin verða til þegar fólk hefur frelsi og umhverfi til að framkvæma hugmyndir sínar. Og ég held að þjóðir séu ekkert öðruvísi en við hvað þetta varðar. Við erum lítið land. Við eigum ekki að óttast það að vera lítið land. Við eigum að nýta það. Mér finnst Íslandi hafa gengið vel og þegar ég horfi til framtíðarinnar treysti ég okkur einfaldlega betur til að stýra henni sjálf. Takk fyrir.